Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Og ég veit ekki hversu oft þessi sálmur hefur bara hreinlega bjargað mér á erfiðum tíma. Og það ekkert kraft meira heldur en það að játa út heilagt orð Guðs þegar við erum að gangi gegnum einhverjar snúnar erfiða kringumstæður eins og við erum að gera sem þjóð. Að það að játa það út, Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Ég undir hans verndarvæng. Ég fer bara inn í klettaskorun og öll högg sem koma, lenda á honum. Hann tók höggin eitt skipti fyrir öll, fyrir 2000 árum síðan. Og hann segir við þig, komdu til mín ef þú ber byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þannig að ef þér líður ekki þannig í dag, og ég veit að margir eru þar, finn ekki alveg þetta. Játa það fram, Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Bara þessi einfalda setning, segð hana aftur og finndu hvernig orð Guðs hefur áhrif á líf þitt. Það ekkert kraft meira, heldur en lifandi heilagt orð sem sannleikur. Og hann meiri sannleikur en það sem að gerast í kringum okkur og það eilífur sannleikur, ekki breytilegur sannleikur. Þannig í dag, þá ætla ég að predika. Ég ætla reyndar ekki að predika þennan sálm, þó ég geti predikað allar predikanir þennan sálm. Hann það magnaður. En mér langar til þess að kannski áður en við förum inn í orðið að biðja saman. Ekki alltaf gott að biðja og finna bara hvernig andi Guðs leikur hann. Berglind kom svo vel inn á það að leyfa sér að tala við Guð og bara sleppa öllum vopnum, hætta að hugsa það sem í kringum hann, einhverja kringumstæður og annað. Leyfa bara Drottni, eiga þessi samskipti við Drottinn, það sem bara engin þyngsli, ekkert erfitt, heldur bara ég og Drottinn. Amen, ég ætla að biðja alla minnum að koma fram og biðja. Og hann svo léttur á fæti. Hann stekkur eins og hindin. Þið hefði átt að sjá þetta, þeir sem heima sitið. Mjög flott. Amen. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína. Þetta mikill leyndardómur að eiga. Svona þegar maður að gangi í gegnum lífsins sjó eða gegnum daginn, að hvað sem hendi manni, þá veit maður það alltaf að gæfa og náð fylgja manni og maður getur hvílt í því. Amen. Við skulum rísa á fætur við örfáu sem eru hér inni í dag. Gott að vita að þessi 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni, þar hann mitt á meðal. Þannig að við erum aldrei einn. Ég og Jesú saman í liði og það er gott lið að vera í. Það sigur liðið. Amen. Jesús minn, ég þakka þér fyrir þá náð og miskunn að við fáum að koma hér saman í þínu nafni, fáum að eiga samfélag og fá að vera umvafin af kærleika þínu, Jesús. Og þú sem ert heima, þú ert ekki einn. Þú ert líka með okkur, við erum hér öll saman í einingu andans. Við komum hér saman með sama hugafar og sama tilgang, að það upphefja þitt heilaga nafn og vera snortinn af þér, Drottinn minn. Ég legg þessa stund í þína hendur áframhaldandi. Ég þakka þér fyrir þessa yndislegu lofgjör sem hefur stigið upp sem góð ilmur fram fyrir hásætið þitt, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú hefur verið að starfa hér fyrir anda þinn, Jesús. Tala til okkar, mæta okkur, snerta hjört okkar, Jesús. Ég þakka þér fyrir það. Og ég bið fyrir Sibbu þegar hún kemur núna og leggur þessi sáðkotinn í hjört okkar, talar þitt heilaga orð, Jesús. Það eins og þegar sáðmaðurinn fer út og sáir, að það lendir í hvernig jörð sem Við viljum vera jörð sem búið að plæja, sem undirbúin fyrir þessa sáðningu, að orðið fari inn í hjart okkar og anda og það beri 100-faldan ávöxt. Halleluja, við erum girt sannleika þínum, Jesús, svo fuglar og bara aðstæður þessa heims get ekki komið og rifið frá okkur þar sem þú hefur sáð í hjart okkar. Við viljum gæta þess, Drottinn minn, að það beri ávöxt og þann ávöxt sem þú hefur ætlað því að bera, Jesús. Halleluja, ég bið að blessa Sibbu, ég bið að blessa hana þegar hún talar þitt orð. Ég veit að það er gefið af þér, Drottinn minn. Hjálp okkur til að hjálpa okkur á okkar göngum með þér, Jesús. Taka réttar ákvarðanir. Halleluja.
Og ég bið þess og við munum að á öllum okkar vegum að þá gefum við þér alla dýrð, lofgjörð og heiður í Jesú heilaga nafni. Amen. Jesus, amen. Kröftubæn réttlátsmanns megnar mikið. Þakklátt fyrir alla menn. Þakklátt fyrir ykkur öll sem að hér eruð. Þakklátt fyrir ykkur sem að heima setið. Ég var svo óbáslega blessuð eftir síðustu predikun. Hún var alveg mögnuð hjá vini mínum Halldóri. Hann er alveg einstakur. Þið sem ekki vitið, tjekkið á honum. Og þetta orð sósó snerti mig afadjúft og mér langar aðeins að halda áfram. Ég fór bara að hugsa og pæla og þið vitið hvernig gerist. Sáðkornið fyrir inn og allt í einu ferða að bera alls konar ávöxt í lífi manns, ekki satt. Guð nefnilega alveg með þetta, alveg á hreinu. Og hluta þessu sem Halldór sagði, sem að mér fannst svo ofboðslega mikilvægt og margir gleyma, það er þetta: til hvers kom Jesú í þennan heim? Og við vitum það, hann kom í heiminn til þess að deyja fyrir syndir mannana. Hann kom til þess að bera syndina í eitt skipti fyrir öll upp á kross. Hann varð bara syndin upp málu þegar hann dó. Og hann dó fyrir mínar syndir og þínar syndir. En hann dó líka fyrir sjúkdóm okkar. Og eins og Halldór talaði að þá er það eitthvað sem að kannski hefur svolítið gleymst í kristinni kirkju, hvernig Jesú fór út, og ekki bara Jesú, síðan lærisveinarnir eftir honum, þeir fóru út og fóru að biðja fyrir fólki og sáu stórkostleg kraftaverk. En þriðja og jafnvel fjórða elementi sem er lítið talað líka, það er, hann kom líka, og það er þetta sósó, og það er ekki bara eitthvað eitt, það er allt. Það er líka með sál og andi. Hann kom til þess að frelsa andaðinn. Hann kom til þess að gera þig heilan líkamlega. En hann kom líka til þess að setja saman sálinn okkar. Setja saman brotin hjörtu. Og mér finnst í rauninni, það er leitt ef kristin kirkja missir af öllum þessum boðskap, út af því að allur þessi boðskapur skiptir máli. Og það er bara rosalega margir sem að ganga heiminn í dag með brotið hjarta. Og ég held að sé bara hreinlega vandamál í heiminum í dag, allavega hvernig það var. Það er kannski aðeins að opnast fyrir það að fólk kannski játi hlutina, og það hluta því að fá lækningu að bara játa þetta, staðan er svona. Veri í sannleika, sannleikurum mun gera okkur frjáls. Og ég trúi því að kirkjan þarf að standa sig miklu, miklu betur í því að koma með þennan sannleika. Hann frelsar okkur til anda, sálar og líkama. Það er ekkert í okkar lífi, hvort sem að það eru særindi gærdagsins eða eitthvað sem gerist í æsku okkar eða sjúkdómar eða hvað það kann að heita, sem að hann vill ekki koma inn í og laga. Og ég var einmitt að hugsa það þegar Halldór var að tala síðast. Það myndi mig á þegar Jesú kom fyrst fram, þegar hann opnaði bókrolluna eða hvað þetta kallað í reikningunum, í Jesaja spámanni, hann sjálfan. Spádómur hann sjálfan. Og það stendur svo í Lúkasi 4:18, andi drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og einnig kunngjöra náðarár drottins. Og vitu hvernig náðarár drottins er? Þeir sem voru í skuld á náðaráðinu fengu uppgefnar skuldir. Og ég veit ekki með ykkur, en oft ef við förum í gegnum lífið að þá einhvern veginn endur við í eitthvað svona skuld. Og þar kemur drottin inn og hann gefur okkur lausn og líf. En þarna kemur einmitt svo rosalega vel fram þessi tilgangu drottins. Því hann hefur smurt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Til anda,
til sálar, til líkama. Þetta er rauninni stefnuræðan hans, finnst mér, að einhverju leyti. Hann er rauninni að segja, ég er komin til þess að gera hvað? Allt þetta. Og vinir, það er synd ef við tökum bara við honum í einhverju afmörkuðu svæði í okkar lífi því að hann hefur allt að gefa. Og vinir, þú hefur engu að tapa. Og það er það sem er svo dásamlegt, þetta er frábært ill. Þetta bara getur eiginlega ekki verið betra. Þannig að mér langar til þess að fara í Markús 5:21 og það stendur svo að þegar Jesú kom aftur yfir á bátnum, safnaðist að honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn samkundustjórum Jaríus að nafni og hann sá Jesú fjallandi fótu honum og bað hann ákaft og sagði, dóttir mín litla er á dauða komin. Kom og legg hendur yfir hann og hún læknist og lifi. Og Jesú fór með honum og mikill mannfjöldi fylgdi honum og var þröngum hann. Svo athyglisvert í þessum orðum að þá er tala sérstaklega Jaríus og hann er greinilega mikil smetinn maður. En á stundum sem þessum, þegar barnið manns liggur fyrir dauðanum, þá er ekkert slíkt sem í rauninni skiptir máli. Ég hef líka staðið í þessum kringustæðum þar sem að dóttir mín og dóttir okkar alla var bara næstu því að deyja. Ég var í fitnessstöðu og flottu fyrirtæki, en ég hefði gefið allan heimsins auð til þess að sjá hana lækna það. Og á þessum tímum, þegar við göngum í gegnum svona erfiðleika, þá skipta stöður og titlar ekki neitt. Skipta engu máli. Við erum öll jöfn. Og ég man í vikunni, ég var að tala við konu sem að hefur áhuga á kirkjun okkar. Og hún var að segja, Sibba, er þetta fyrir mig? Veistu, er þetta ekki bara fyrir fólk sem er bara gangi í gegnum áföll og erfiðleika og mér fannst þetta eiginlega svolítið fyndin spurning. Og þetta ég bara þekki enga lífsins sálu sem hefur ekki gengið í gegnum áföll. Það er bara svolítið þannig. Og Jesú veit af því. Þess vegna kom hann til Hárra, hann kom til Lára og allra þeirra á milli. Vitið það þurfa allir á Jesú að halda. Og vinir, ef þú ert ekki komin á þann stað að þú þurfir á honum að halda, þá ætla ég að færa þig fregnir. Þú munt komast á þann stað að þú þurfir á Jesú að halda. Og Jesú er hér fyrir þig. Hann kom til þess að lækna þig til anda, sálar og líkama. Hann mætti öllum hvar sem þeir voru og hann gerði bara gott. Hann gerði bara gott. Og 2000 árum setna, þá erum við enn að tala um hann. Þvílíkur maður, þvílíkur Guð sem við eigum. Þvílíkur kærleikur, má ég heyra. Amen. En mér var svo athyglisvert þegar hún sagði mér þetta og spurði þessu og ég svaraði henni þessu og þá hugsaði hann um sig. Hugsaði hún sig og sagði, já, veistu það, Sibba, þetta er alveg rétt. Það þurfa þetta allir á einhverju aðra að halda, hún orðaði þannig. Að sjálfsögðu. Það skiptir engu máli stétt eða stað að við göngum öll í gegnum kringumstæður. Við þurfum öll á Jesú að halda. Við höfum öll með einhverjum hætti brotið af okkur, sagt eða gert eitthvað rangt. Við þurfum öll á lækningu og lífi drottins að halda. Og það er svo mikilvægt að vera á þeim stað að við auðmýkjum okkur fyrir því. Og í dag, ég fór að hugsa það í því samingi með Daríus, hvernig stéttans og staða í rauninni skipti ekki máli. Jaríus heitir hann. Það sama er í dag. Hugsa ykkur. Fyrir ári síðan hefðu við ekki getað séð fyrir það sem að gerist með COVID. En svo kemur COVID og allt í einu breytist staða fólks. Allt í einu var fólk sem var bara í rosalega flottri stöðu á stað þar sem að það upplifir eins og hver geti leitað. Og vinir, ef að þú ert á þeim stað, þá er Jesús svarið. Hvort sem að þú ert að glíma við afleiðinga COVID fjárhagslega eða heilsusamlega, þá er Jesús svarið fyrir þig. Það er málið. Þannig að við erum öll á sama stað. Við erum öll á sama stað. Í versi 25 og þar ætla ég aðeins að festa rætur hérna í dag. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola af mörgum læknum og kostað alugu sinni
en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Að því að blóðlátið ekki sýnilegt. Hversu margir í dag eru með blóðlát í sínu lífi sem ekki sýnilegt? Harm eða þjáningu sem að fólk ber hefði innra sem enginn sér og hugsa ykkur hvað það einmanalegt. Að fara í gegnum kringumstæður, það eitthvað að í þínu lífi og þið blæður, þú ert með lifandi svöðusár en það veit í rauninni enginn af því. Það falið. Þannig ef að þú ert þar í dag, að þá Jesús með lækningu fyrir þig. Og minnst annað svolítið athyglisvert í þessum versum, hún er ekki með nafn. Það bara vísað í hana sem konan sem hafði blóðlátið. Og það alveg sama hvað þú grípur niður í Mattheus, Markus, Lúkas og Jóhannesi. Það allstaðar það sama, konan með blóðlátið. Og það ekki oft þannig að þegar við erum búin að fara í gegnum einhverja erfiða kringumstæður, að kringumstæðurnar fara að skilgreina okkur. Ég konan sem fór í gegnum skilnað eða ég átti erfiða æsku eða hvað það kann að heita. Það annarkvort að umhverfi fara að skilgreina okkur, við þekkjum það. Eða við finnum sjálf að skilgreina okkur út frá þeim vonda stað sem við erum föst á. Og vinir, það til lausn við því og hann heitir Jesú. Hann heitir Jesú. En hún var búin að skilgreina sig og ekki bara hún. Allir í kringum hana, konan með blóðlátið, skilgreind út frá veikindum sínum. Hún hafði kostað til aleigunni, stendur líka, að reyna að finna lækningu. Aleigu sinni. Og hversu oft það einmitt líka þannig að þegar við erum að leita hjálpar, við leitum oft langt yfir skammt. Hversu margir hafa farið í fíkn eða aðra hluti í leit að einhverju til þess að sefa sársauka í sínu lífi, svöðusár sem í hjartanu. Og þú kannski eyðir allri eiguðinni. Og það þarf enginn að segja mér annað að þegar hún heyrði Jesú, hún hefur örugglega haft ákveðna fordóma til að byrja með. Hver lágur henni? 12 ár með sama sjúkdóm. En vinir, þegar sjúkdóminn búin að skilgreina okkur, þegar við erum búin að eyða öllum eigum okkar, þá Jesús svarið. Jesús alltaf svarið. Og hvað gerist næst? Hún heyrði Jesú og kom nú í mannþröngina baki honum og snart fald klæða hans. Var það ekki Sósó, Halldór? Klæðafaldurinn. Með minni það. Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Og hvað gerðist? Jafnskjótt var blóðlát hennar, hún fann það á sér að hún var orðin heil af meini sínu. Þetta líka ótrúlega magna, þessi röð atvika. Hún heyrði af Jesú. Hún gerði meira en að heyra Jesú. Hún fór í áttina til Jesú. Það ekki nóvinir að vera heyrendur orðsins. Og það svo margir sem svona fá eitthvað sem að kýtlar eyrun, en vinni það ekki nóg. Við eigum ekki bara að vera heyrendur, við eigum að vera gjörendur. Og við búum á upplýsingaöld. Það vita allir hvernig á að stunda heilbrigðan lífstíl, borða rétt. Við erum öll orðnir sérfræðingar í COVID og öllu, ég veit ekki hvað og hvað og hvað. En það eitt að vita og það annað að framkvæma. En ávinningurinn kemur að því að framkvæma, ekki satt. Hún hefði ekki fengið bót meina sinna nema út af því hún heyrði. Og hvað gerði hún? Hún fór í átt að Jesú. Og hún gerði meira en að fara í átt til hans. Hún auðmýkti sig fyrir honum. Þetta tákgrænt. Það eitthvað sem gerist þegar við erum tilbúin að auðmýkja okkur. Og við erum tilbúin að segja við Drottinn Jesús, hér ég í auðmýkt. Ég hef ekki lausnina en ég veit að þú hefur hana. Amen. Og vinir, ef þið hafi ekki prófað auðmýkt, Íslendingar nefnilega ekkert sérstaklega góður í auðmýkt. Skulum bara segja það alveg eins og
Það er eitthvað við auðmýkt sem að leysir krafta í lífi fólks. Hefur ekki prófað það, þá legg ég það til. Þetta er alveg ótrúlegu leyndardómur. En það sem hún gerir, hún heyrir, hún gerir og hún snertir. Nákvæmlega. Ég ætla að segja þetta aftur. Hún heyrir, hún gerir, hún labbar til hans, hún snertir. Byrjar allt á hugsun. Og mér langar til þess að spyrja þig í dag, hvar ert þú núna í þinni hugsun? Út að Jesús stendur við dyrnar og bankar á. Heyriru, opnaru og hleypur honum inn. Út að það er ekki nóg að heyra. Það er æðislegt að heyra, ekki misskilja mig. En ef þú vilt algjör gegnumbrot í þínu lífi, prófaðu að opna dyrnar og hleypa honum inn. Hann stendur við dyrnar, hann bankar á og hann er hér fyrir þig. Amen. En þetta byrjar á hugsun. Mér langar líka til að fara í vers 30, ég ætla aðeins að halda áfram með þetta. Og það stendur svo, Jesú fann þegar á sjálfu sér að kraftur hafi farið út frá honum. Hann sneri sér við í mannþrönginni, hver snart klæði mín? Lærisveinar hans og hugsa ykkur, hann er á leiðinni, það er stelpa deyja á sama tíma. Skiljið, þú veist, hann er í raunin á hraðferð. Lærisveinarnir sögðu við hann, þú sérð að mannfjöldin þrengir að þér og þú spyr hver snart mig? Það er allir að snerta þig, Jesús, voru raun að segja það. Jesús litaðist til að sjá hver þetta hafði verið og konan sem vissi hvað fram við sig hafði farið, kom hrædd og skjálfandi, féll til fóta honum og sagði honum allan sannleikann. Jesús sagði við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þína. Og mér langar sérstaklega að benda á. Allstaðar í Markus, Mattheus, Markus, Lúkas og Jóhannesi. Það er talað hann sem konuna sem hafði blóðlát. En þegar Jesús snýr sig við og spyr, hver er manneskjan sem að snart mig? Og hún stígur fram. Hvað segir hann við hana? Hann segir dóttir. Hann er ekki bara búin að lækna hana líkamlega, hann er að lækna sálinn hennar. Það sem hann er að gera er að segja, þú er kannski búin að skilgreina út frá veikindum, en þú ert dóttir mín. Veistu hver þú ert? Þú ert dóttir mín. Og það er það sem að Jesú gerir. Hann leiðréttir ekki bara, hann tekur ekki bara syndabyrðarnar af okkur gott fólk. Hann læknar okkur ekki bara líkamlega, hann vil líka gefa þér þitt DNA. Hann vil minna þig á hver þú ert. Og ef þú ert búin að gleyma því, þá ertu sonur og þú ert dóttir. Og það er eitthvað sem þarf að heyra þetta út af því að við erum búin að skilgreina okkur kannski út frá eitthvað sem við höfum gengið í gegnum. En Jesú gerir það ekki. Jesú veit nákvæmlega hver þú ert og það sem hann þráir er að þú vitir það líka. Að við göngum fram með höfuð upp, taklandi hvaða kringumstæð sem er út af því að við erum svo klár. Nei, út af því að hann er meiri sem í okkur er heldur en sá sem er í heiminum. Hann er miklu stærri en allar þínar kringumstæður. Og ef að þú ert hér og þú ert að hlusta mál mitt og þú er búin að gleyma hver þú ert, þá vil ég minna þig á, þú ert sonur og þú ert dóttir. Það er alveg sama hvað þú hefur farið í gegnum, Jesús er hér og hann vil finna þig og hann vil gera meira en það, hann vil lækna þig, hann vil leysa þig, hann vil þurrka skuldið þína burt, ég er ekki að minna skuldið við bankan, öðruvísu skuldir, það eru ennþá til staðar. En hann vil þurrka afbrotin burt. Hann vil taka frá þig vanlíðan. Hann vill að þú líti til himins en horfir ekki á kringumstæður þínar. Hann vill að þú sé sigurvegari því að þú ert meir en sigurvegari, kennir ritningin. Þannig í dag, í staðin fyrir að skilgreina okkur sem eitthvað, skilgreinum okkur eins og hann gerir það. Ég er dóttir. Hver ert þú?
Amen. Þannig að mér langar til þess að gefa ykkur það í dag, í Jesú nafni, að Guð meiri en það sem að þú hefur gengið í gegnum. Hann stærri en það sem að þú hefur upplifað og hann hér og hann elskar þig og vill mæta þér. Og þetta orð svo á við þetta allt saman. Þannig að í Drottins nafni, í Jesú nafni, amen, rísum á fætur. Mér langar til þess að biðja svona réttar lokum fyrir þeim sem að kannski þekki ekki Jesú, skil ekki af hverju ég svona æst þegar að tala hann. Það út af því hann bara algjörlega allt í þessum heimi. Hann það besta sem hefur nokkru sinni hent mig. Og mér finnst svo magna að ég fann að vitna miklu meira hann núna undanfarið en ég hef verið að gera. Bara segja frá minni persónlegu reynslu og tala hvað Drottinn frábær. Og þetta mín dýrmætasta perla. Þetta mesta gjöf sem að mér var gefið af mínum foreldrum og ég get aldrei fullþakka það að fengi að kynnast Drottni Jesú. En mér langar ekki að vera ein það. Ég vil að allir þekki Jesú. Og ef að þú ert að hlusta á mig og þú kannast ekki við hann, þekkir hann ekki, átti ekki þetta persónulega samband, þá bara ein bæn á milli þín og hans. Og það bara bæn þar sem að þú býður honum inn í hjartað þitt, opnar hjartað þitt fyrir honum. Og mér langar til þess að biðja bæn og ég vil biðja þig sem ert að horfa að biðja uppátt eftir mér og þeir sem hér eru líka biðja endilega með mér og bænin svona, kæri Jesú. Ég bið að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég bið að fyrirgefa mér sérhverja synd. Ég bið að fylla mig af heilugum anda. Ég bið að ganga með mér hvern einasta dag. Drottinn Jesú, ég þakka þér að ég nú þitt barn í Jesú heila nafni. Amen og amen. Amen. Vinur, ef þú varst að biðja þessa bæn í fyrsta skiptið, endilega verði í sambandi við okkur og við hjálpum þér að stíga fyrstu skrefin í trúnni. Bara Drottinn bless ykkur og takk fyrir yndislega stund í Jesú nafni. Amen og amen.